Rauðum við fljótum samfélag líkama Krists, líkami Krists lífsins brauð. Og sá bikar blessunarinnar sem ég blessum samfélag blóð Krists, stíkan lífsins. Við höfum þannig háttinn á að það beitt út hér á tveimur stöðum við altari og eins hér út í kórsvölum, ekki kórsvölum, heldur hliðarsvölum, og það allir velkomnir að borði Drottins. Þegar fólk fikkur oflátt og býður svo í kaleik og skipnir sig og gengur svo til hliðar og sannarlega með börnir velkomnir að borði Drottins. Komið að borði Drottins, allt til hliðar.
Jesús Kristur, hinn krossfesti og uppreisni, drottinn vor og frelsari, varveiti oss í samfélagi sig í lifandi trú, til eilífs lífs, hans náð og frið sé með oss. Amen. Látum oss biðja. Við þökkum þér, himneski Faðir, að þú hefur mettað oss þessari hjálpsamlegu gjöf. Við biðjum þig hjálpa oss til að halda svo minningu Jesú Krists á jörðu, að við getum orðið þáttakendur í hinni miklu kvöldmáltíð á himnum. Við sondir Jesú Krist drottinn vor, sem þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannum Guð, sem allir alda. Amen. Biskup Íslands, prófastur og
gestir. Í dag fögnum við 50 ára afmæli Kópavogskirkju en kirkjan var vígð 16. desember 1962. Eldri Kópavogsbúar muna margir vel eftir því þegar kirkjan okkar var í byggingu á árunum 1958 til 1962. Framkvæmdirnar vöktu athygli bæði vegna staðsetningar á borgunum og einnig vegna þess að óvenjulegt og sérstætt mannvirki var að ræða. Steypumót og vinnupallar stóðu þarna alllengi og því var það eins konar opinberun þegar þau voru tekin niður og kirkjan blasti við. Staðsetning Kópavogskirkju hefur gert hana að einu af kennileitum höfuðborgarsvæðisins og þó að okkur þykir hún ekki svo óvenjuleg útlits í dag, voru ekki margar kirkjur á Íslandi fyrir 50 árum sem ekki höfðu hefðbundið lag, kirkjuskips og turns. Þegar kirkjan var í byggingu var ég unglingur og átti heima á Kópavogsbrautinni hérna í næsta nágrenni. Faðir minn Jósef Líndal var í byggingarnefnd kirkjunnar og sá fjármál hennar. Oft í dag talað erfiðleika við fjármögnun framkvæmda en miðju síðustu öld voru fjármálin þó ennþá erfiðari viðfangs en núna. Fyrir verkefni eins og byggingu kirkju var mikið treyst á sjálfboðavinnu og frjáls framlög. 6 árum áður en bygging kirkjunnar hófst var stofnuð kirkjusókn í Kópavogi. Formaður sóknarnefndar var Hulda Jakobsdóttir og fyrsti prestur sóknarinnar var séra Gunnar Árnason. Þau ásamt byggingarnefnd kirkjunnar gáfu hitann og þungan af uppbyggingu á kirkju og söfnuði á þessum árum. Árið 1952 voru íbúar í Kópavogi ekki nema rúmlega 2000 talsins og var Kópavogur því á þessum árum lítið og fátækt sveitarfélag. Á þessari stundu langar mig til þess að rifja upp fáeinar tilvitnanir frá fyrri tíð sem mér finnst fróðlegar. Í Alþýðublaðinu 23. júlí 1959 er tilkynning frá byggingarnefnd kirkjunnar. Sjálfboðaliðar sem vildu vinna við Kópavogskirkju eru beðnir að gjöra svo vel að gefa sig fram við verkstjórann á staðnum næstu daga. Ekki veit ég hversu margir mættu, en það er ljóst að það lögðu margir hönd á plóginn á þeim 4 árum sem það tók að byggja kirkjuna. Í frétt vígslu kirkjunnar sem ég fann í Morgunblaðinu 18. desember 1962 segir eftirfarandi: Smíði kirkjunnar hefur staðið í 4 ár og er hún nú fullbúin að innan, en lítilsháttar er eftir að vinna við hana að utan. Kostnaður er kominn yfir 4 milljónir og talið er að hann fara að nálgast 5 milljónir áður en allt er búið. Þá vil ég geta þess að bæjarsöðum greiddi andvirði 2 lyfglugga í 2 stafna kirkjunnar en gluggarnir setja mikinn svip á kirkjuna og birtuna inn í kirkjunni sem breytist eftir því hvaðan sólin skín. Alkvæðistaflan sem hér kom árið 1990 hlaut fyrstu verðlaun í samkeppni gerðtöflu í kirkjuna, en fram að því var trégkross. Samfara uppsetningu alkvæðistaflunar fóru fram aðrar nauðsynlegar framkvæmdir innanhúss í kirkjunni. Lögðu ný teppi á gólf, ný lýsingssettur og fleira. Núverandi orgel kirkjunnar er danskt og var vígt 1997 og er eitt af listaverkum kirkjunnar. Á 30 ára vígsluafmæli kirkjunnar gaf söfnuður Kársnessóknar kirkju sinni nýja hljóðlýsingu sem lýsir upp alla kirkjuna að utan. Inni í kirkjunni eru margir munir sem kirkjuna hafa borist víða að og bera vott kærleika og bjargmyndi í garð Kópavogskirkju og sóknarinnar.
Að lokum er ein skemmtileg saga úr Safnaðarblaði árið 2002. Þar segir séra Árni Pálsson frá: Ég minnist nú heimsóknar bandarísks arkitekts sem kom á viðtalstíma að skoða kirkjuna og umhverfi hennar. Þegar gesturinn kom út úr kirkjunni og leit yfir Borgarholtið, spurði hann í undrunartón: Var ekki óhemju gilt að flytja allt þetta stórgrýti hingað við borgina? Þannig hélt blessaði maðurinn að listrænt samspil milli kirkjuhússins og steinar í hoppinu væri allt mannanna verk. Ágætu kirkjugestir, ég vona að þessi upplifjun hafi fært ykkur fáeina fróðleiksmola þetta merka guðshús sem á afmæli í dag. Í stuttu ávarpi verður náttúrar Randar kirkju ekki rakin að neinu ráði. Við vinnumst með þakklæti allra þeirra sem í öndverðu lögðu gjörða hönd að byggingu kirkjunnar og mótun safnaðarstarfs. En jafnframt ber að þakka öllum því góða fólki sem hefur í áranna rás tekið þátt í starfinu og stutt það með markvislegum hætti. Að lokum ber að þakka innilega þeim sem starfa í sókninni í dag og